Góðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú og gerum okkur best að gefa rök fyrir voninni sem í okkur er. Þannig að spurningin sem við erum að díla við í dag er spurningin: neyðir Gamla testamentið konur til þess að giftast nauðgurum sínum? Og ég man að þetta kom ekki gennum e-mail eða Facebook eða neitt. Það var reyndar, ég heyrði þetta á Harmageddon þar sem Frosti kom með þetta random mess upp við konu sem sagðist vera kristin og hún, einmitt ef ég man rétt, vissi ekki alveg nákvæmlega hvernig átt að svara þessu og það var svona hálfvandræðilegt, þannig að við dembum okkur í þetta. Þetta er hérna nokkur vers í 5. Mósebók 22. kafla og byrjum í versi 28 og klárum út kaflan. Það stendur hér: ef maður hittir óspjallaða stúlku sem ekki er fösnuð, tekur hann með valdi, hann er hebreska orðið tafas, og leggst með henni og komið er að þeim, skal maðurinn sem lagðist með stúlkunni greiða föður hennar 50 sikla silfurs. Hún skal vera eiginkona hans sakir þess að hann spjallaði hana og honum skal ekki heimilt að skilja við hana alla ævi sína. Þannig að spurning, er þetta vers að tala um þetta? Nú ástæðan fyrir ég myndist á að það er hebreska orð þannig tafas sem er í miðunni á versunni þannig með að taka hana með valdi. Oftast er þetta orðin notað til þess að þýða og meðal annars þýðinguna sem ég nýti mér á ensku og svona, að þá er ekki talað um taka með valdi, heldur taka sér konu. Það er að segja að hann nái í konu og sofi hjá henni. Þannig að það þarf ekki nauðsynlega að vera að sé að ræða nauðgun í þessu versi, heldur frekar tvo einstaklingar sem er að gefa hvort öðru og stundu kynlífsávan. En ástæðan fyrir því að þetta er mikilvægt, og ég held að það er ástæðan fyrir því að þetta er mikilvægt á þessum tíma, að þá minnist ég sögu sem er í 2. Samúelsbók 13. kafla að mig minnir, þegar Tamar giftist einum gæja sem nauðgaði henni og hún vildi það. Og þetta er í 2. Samúelsbók 13. kafla ef ég man rétt og hann hét Amnon, ef ég man rétt. En hún vildi giftast honum út af því að það var búið að taka meidóminn hennar, og á þessum tíma var hort svo mikið upp til meidómskvenna að oft þegar konur voru búin að missa meidóminn sinn án þess að vera giftar, þá vildi fólk ekki giftast þeim og það var hort svo mikið upp til þess. En við sjáum til dæmis, og þannig að þegar við horfum á þetta vers, þá held ég að er verið að ræða hér vers sem er að vernda konurnar. Þannig að á endanum þá er ekki verið að neyða þær til þess að giftast einum né neinum, eins og við sjáum í 2. Mósebók, ef við förum í 22. kafla, vers 15. Fleki maður mey sem ekki hefur verið föstum manni og leggst með henni, skal hann greiða brúðverð hennar og taka hana sér fyrir konu, en neyti faðir hennar að gifta honum hana, skal hann greiða fjársekt sem samsvarar brúðverði yngismeyjar. Þannig að hann er að segja rauninni, ef faðirinn neitar, sem í flestöllum tilfellum myndi ég búast við því að faðirinn myndi neita að leyfa dóttur sinni að giftast nauðgara sínum, að þá á hann að borga og ekki fá eiginkonu. En ef konan vill giftast, og við sjáum að valdi var alltaf hjá pappanum að segja hvort að giftingin myndi eiga sér stað eða ekki, en á sama tíma þá sjáum við til dæmis þegar Rebekka er að fara að giftast Ísaki í 1. Mósebók, að þá er spurt Rebekku, þá er það faðirinn sem er með endanlegt vald, en hann spyr Rebekku: vilt þú fara með þessum manni? Þannig að það var oft spurt konar. Þannig að þessi vers er ekki endilega verið að ræða nauðgun, og ef er verið að ræða nauðgun, þá er ekki verið að segja að konan hafi ekkert val. Það gæti verið að hún myndi gera eins og Tamar gerði við Amnon, en það gæti líka verið að ef hún vill ekkert með hann gera, að pabbinn haldi henni fyrir sig og þá myndi hann lenda í sekt og lenda í líklegast fleiri afleiðingum fyrir að nauðga. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.